Jæja, við byrjum þá í Jesú nafni með bæn. Góði drottinn, þakka þér fyrir það að við fáum að koma saman í þínu nafni, þótt að sé á netinu. Þakka fyrir orðið þitt til okkar. Við byrjum að vera með okkur þegar við lesum orðið og rýnum í það. Við byrjum að þú styrkir í orðinu okkar sameiginlegu trú á þig. Í Jesú nafni. Amen. Það komið svolítið óvart, ég var að fara yfir dagatal Íslensku kirkjunnar og textaræðirnar að sjá hvaða texti var lestur úr Gamla testamentinu eða reyndar hann ekkert úr Gamla testamentinu yfir höfuð. Fyrsti ritningalestur fyrsta sunnudags eftir þrenningarhátíð úr Síraksbók sem apókrýft rit Gamla testamentisins. Þessi svokölluðu apókrýfrit þau voru umdeild á tíma Jesú og voru þau notuð af mismunandi eftir hvar maður var, hvort þau voru í notkun eða ekki. Gyðingarnir í Egyptalandi í Alexandríu, þeir ofta til að nota apókrýfritin, en gyðingarnir til dæmis í Jerúsalem voru strangari og höfðu þau ekki sem töldu þau ekki til Gamla testamentisins eða til ritningana eða orðaða þannig. En þeir þekktu þau kannski. Það líka áhugavert varðandi þessi apókrýfrit því að þau hafa verið umdeild í kirkjusögunni, hvort að þau telja þau með eða ekki, en eitt af því sem hægt að líta á að það hvort að Jesús vitni í þau og hann vitnar allavega ekki beint í nein af apókrýfritunum. Þannig að allavega frá miðöldum, frá siðbótinni hefur þetta ekki verið reiknað með, sérstaklega ekki meðal siðbóta kirkna eða reformeraða kirkna. Samt sem áður hefur þá þjóðkirkjan á Íslandi ákveðið að nota þau við lestur í guðþjónustu og það sem sagt af þessum ástæðum svolítið einkennilegt. Síraksbók sem lesið úr hér, það viskurit sem að mörgum leyti sambarilegt við orðskviði Salómons, allavega í sniði sínu, og hér talað suma af sömu hlutunum. Hérna í fyrsta kafla talað þá spekina, sem að einnig oft talað í orðskviðunum og það ákveðin, við ætlum að líta aðeins líka á kafla 8 í orðskviðunum á eftir. En við skulum bara lesa þetta fyrstu 10 versin í Síraksbók í fyrsta kafla. Það enda formáli á undan sem hefur ekki vers en heyrir til bókarinnar. Það formáli þýðanda á grísku. Öll speki frá drottni, hjá honum hún að eilífu. Hver fær talið sandkorn á sjávarströnd, dropa regns og daga eilífðar. Hver fær kannað hæð himins, víðáttu jarðar, undir djúpin eða spekina. Fyrir öllu var spekin sköpuð, frá eilífð voru skilningur og hyggindi. Orði Guðs í upphæðum lind spekinar, eilíf boð hans vegir hennar. Hverjum opinberaðist haf spekinar, hver komst fyrir hulin rök hennar, hverjum opinberaðist þekking á spekinni og hver hlaut skilning á allri reynslu hennar. Drottinn einn spakur, ógurlegur mjög, situr í hásæti sínu. Hann sá sem spekina skóp, leit á hann og virti vel og veitti henni yfir öll sín merk. Allt sem lifir fékk hlutdeild í þeirri gjöf hans, hann veitir þeim sem elska hana ríkulega af henni. Hér talað spekina í Síraksbók að mörgu leyti sem hugtak, kannski eins og við oft skiljum speki í dag. En það tvennt það eru tveimur stöðum hérna sem við skulum bara taka eftir því. Hérna fyrst í versi 4, fyrir öllu var spekin sköpuð. Það ekki eftir þessu orði sköpuð. Hún var búin til, hún var sköpuð. Hún eitt af verkum Guðs eins og talað hana hér og eins í versi 9.
hann sá sem spekina skóp. Það ákveðin hliðstæða ef við núna förum hérna yfir í Logos og flettum upp í orðskviðunum í kafla 8, þar talað svolítið spekina. Við skulum lesa smá hérna, fyrst vers 1 og 2, heyr spekin kallar og hyggnin lætur raust sína gjalla, upp á hæðunum við veginn, þar sem göturnar kvíslast stendur hún. Þetta sagt kafli spekina og síðan heldur textin áfram að tala spekina og svo skulum við byrja hérna í versi 22 og það að sé talað spekina hérna með sama hætti eins og í Síraksbók, það mætti náttúrulega benda til þess að það hefði verið eðlilegra að lesa úr orðskviðunum frekar en úr Síraksbók og maður hefði getað lesið þarna til dæmis fyrstu 2 versin og síðan byrjað á versi 22 og lesið út kaflan. Það hefði verið fínn lestur úr Gamla testamentinu. En við skulum lesa það sem stendur hér. Drottinn skóp mig í upphafi vega sinna. Þetta ástæðan fyrir að ég vil lesa vers 1 og 2 líka. Það spekinn sem kallar og hér spekinn sem talar. Drottinn skóp mig í upphafi vega sinna á undan öðrum verkum sínum fyrir alda öðli. Frá eilífð var ég sett til valda. Frá upphafi áður en jörðin var til. Ég fæddist áður en hafdjúpin urðu til, þá engar vatnsmiklar lindir voru til. Áður en fjöllunum var hleypt niður og undan hæðunum fæddist ég. Áður en hann skapaði völl og vengi og fyrstu moldarkekki jarðríkis. Þegar hann gjörði himininn, þá var ég þar. Þegar hann setti hvelfinguna þegar hann gjörði himininn, þá var ég þar. Þegar hann setti hvelfinguna yfir hafdjúpið. Þegar hann festi skýin uppi, þegar uppsprettur hafdjúpsins komust í skorður. Þegar hann setti hafinu takmörk til þess að vötnin færu eigi lengra en hann bauð, þegar hann festi undirstöðu jarðar, þá stóð ég honum við hlið sem verkstýra og ég var yndi hans dagfærð, leikandi mér fyrir augliti hans alla tíma, leikandi mér á jarðkringlu hans og hafði yndi mitt af mannanna börnum. Og nú, þér yngismenn hlýðið mér, því að sælir eru þeir sem varðveita vegu mína. Hlýðið á aga svo þeir verðið vitrir og látið hann eigi sem vindum eyrun þjóta, sæll sá maður sem hlýðir mér, sem vakir daglega við dyr mínar og geymir dyristafa minna. Því að sá sem mig finnur lífið og hlýtur blessun af drottni. En sá sem missir mín skadar sjálfan sig, allir þeir sem hata mig, elska dauðan. Svona talað viskuna í orðskviðunum. En þýðingin hérna í versi 22, þá lesum við alveg eins og við lásum í Síraksbók, Drottinn skóp mig. Það að segja Drottinn sem skapaði eða skóp spekina eða viskuna. Og þessi þýðing sem við höfum hérna, hún fylgir 70 manna þýðingunni, grísku þýðingunni af orðskviðunum sem eru upprunalega skrifaðir á hebresku. En hebresku textin hefur ekki sköpun með sama hætti sem megin áherslu, heldur það eign eða tilheyrsla. Það að segja að spekin tilheyrði drottni í upphafi. Og ef við myndum lesa þetta úr Guðbrandsbiblíu, þessari gömlu frá því á 16. öld, þá það líklegast besta þýðingin sem til á íslensku. Og svona hljómar það í Guðbrandsbiblíu. Drottinn hefur haft mig í upphafi sinna vega. Fyrr en hann nokkuð gjörði var ég þar. Þar með ekki talað sköpun spekinar, heldur hún tilheyri drottni og sé hjá honum. Og hérna talað hún fæddist og síðan þegar við komum hérna að síðustu versunum í kaflanum, sæll sá maður sem hlýði mér og vaki daglega við dyr mínar og geymir dyrastafa minna, því að sá sem mig finnur lífið. Það að finna spekina, það tengist í að finna lífið og sá hlýtur blessun af drottni, en sá sem missir spekinar, skadar sjálfan sig, allir þeir sem hata mig, elska dauðan. Þannig að það hvernig maður snýr sér að spekinni, það tengist í hvernig maður snýr sér að lífi og dauða.
Það að elska spekina að elska lífið, en það að hata eða missa spekina að elska dauðan. Og hérna sjáum við mynd af tveimur leiðum, leið lífsins og leið dauðans. Og þess vegna meira hér á ferðin en bara venjuleg mannleg speki. Í Nýja testamentinu þá líka talað spekina og þetta með spekina skýrt nánar, og það talað um spekina með ýmsum hætti, en kannski það sem mikilvægast að taka fram úr Jóhannesarguðspjalli í 1. kafla, og þetta orð sem talað hér, þetta svona sami háttur að tala. Í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði, og orðið var Guð. Hér notað gríska orðið logos sem einmitt tengist spekinni. Og hvað þetta orð? Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, og án hans var ekki neitt sem til Við lásum þetta í Orðskviðunum 8 spekina sem var þar þegar heimurinn var skapaður. Ekki það orðið sem var skapað, ekki það spekin sem var sköpuð, heldur heimurinn, en var sköpuð fyrir orðið, fyrir spekina. Og hvað gerist með þetta orð? Við lesum það í versi 14 hérna. Orðið varð hold, og hann bjó með oss fullur náðar og sannleika, og við sáum dýrð hans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Spekin hérna tengd við persónu Krists og hver Kristur Spekin orð sem opinberun á Kristi í Gamla testamentinu. Og við getum til dæmis flett upp í 1. Korinthubréfi hérna í kafla 1, því að heimurinn með speki sinni þekkti ekki Guð í speki hans. Þóknaðist Guði að frelsa þá trúa með heimsku predikunarinnar. Gyðingar heimta tákn og Grikkir leita að speki, en vér predikum Krist krossfestan, gyðingum hneyksli og heiðingum heimsku, en hinum kölluðu bæði gyðingum og Grikkjum Krist, kraft Guðs og speki Guðs. Kristur samsagt speki Guðs. Hér talað hann með þessum orðum, og eins getum við flett upp í Kólossusbréfinu í kafla 2. Mig langar að þeir uppörvist í hjörtum sínum, sameinist í kærleika og öðlist gjörvella auðlegð þeirra sannfæringar og skilnings sem veitir þekkinguna á leyndardómi Guðs Kristi. En í honum allir fjársjóðir spekinar og þekkingarinnar fólgnir. Spekin sem talað Gamla testamentinu tengist sem sagt persónu Krists, eins og við höfum séð hér. Þess vegna má segja að þessi texti úr Síraksbók passi mjög illa, af því hann talar þannig spekina sem sköpun Guðs. Og það var einmitt umræða þetta á 4. öld, þar sem að kafli 8 í Orðskviðunum varð umræðuefni, og það var umræðan persónu Krists. Það voru aríusar menn sem neituðu því að Kristur Guð, og bentu meðal annars á þennan kafla 8 í Orðskviðunum, og bentu þá á grísku þýðinguna af versi 22, þar sem stendur að spekin sé sköpuð af Guði. Og þetta eitt af því sem íslenska þýðingin hefur verið með í langan tíma. Ég kíkti í Viðeyjarbiblíu líka, og þar það þessi þýðing, en í Guðbrandsbiblíu þá var sem sagt besta þýðingin. Drottinn hefur haft mig í upphafi sinna vega. Og ég vonaði fari seinna tilbaka í þessa þýðingu. Þetta var ekki beint Síraksbók, en hliðstæðan texta í Orðskviðunum. Nú síðari lesturinn, sem kemur á sunnudag, hann úr Postulasögunni, og þetta lestur sem það ekki svo langt síðan sami lestur var í kirkjunni, það sagt fyrsta sunnudag í páskatíma, en þá var stoppað við vers 35, en við lesum núna í dag af versi 37. En í þeim fjölda sem trú hafði tekið var eitt hjarta og ein sál, og enginn þeirra taldi neitt vera sitt hann átti, heldur höfðu þeir allt sameiginlegt.
Postalunar báður vitni upprisu drottins Jesú með miklum krafti og mikil náð var yfir þeim öllum. Eigi var heldur neitt þurfandi meðal þeirra, því að allir landeigendur og húseigendur seldu eign sína, komu með andvirðið og lögðu fyrir fætur postulana. Og sérhverjum var úthlutað eftir því sem hann hafði þörf til. Síðan kemur það sem bætt við í dag. Jósef Leviti frá Kýpur, sem postulandi kölluðu Barnabas, það þýðir huggunarsonur, átti sáðland og seldi og kom við verðið og lagði fyrir fætur postulana. Sem sagt næstu í sömu versin, en það áhugavert þetta sem hefur verið bætt við hérna. Því hér nefndur þessi Leviti, Jósef frá Kýpur, sem postularnir kalla Barnabas, og síðan gefin þýðing á nafninu. Þetta virðist vera arameískt nafn, allavega satt á samsetningunni Barnabas, bar þýðir sonur, en síðan hefur reynst erfitt að skilja hvernig þessi þýðing virkar eða að bera þetta tilbaka í arameísku, en allavega þýðingin hér og það þýðir huggunarsonur eða sonur huggunar. Það ekki alveg ljóst hvernig þetta tengist, en það allavega ljóst að þessi Barnabas virðist hafa haft sérstaka mildi og sérstakan eiginleika til þess að sýna kærleika. Hér selur hann sáðland og gefur söfnuðinum, og síðar meir þá verður hann fylgisveinn Páls postula í kristniboðsferðunum hans, og þá hefur það náttúrulega komið sér vel að eiga ekki í jörðið í Jerúsalem sem batta niður þar. En það annað atvik líka sem segir sérstaklega frá því hvernig Barnabas var, og það eftir að Páll postuli tók kristna trú. Þá voru trúbræður hans, kristnimenn, voru mjög tortrygnir gagnvart Páli og skiljanlega því að hann hafði ofsótt kirkjuna svakalega. Og þeir vildu ekki hleypa honum inn í hópinn, vildu ekki hleypa honum til Jerúsalem yfir höfuð. Og þá var það þessi Barnabas sem tók hann að sér og fór með hann til postulana og kynnti hann fyrir þeim og greiddi honum leið. Þannig að Barnabas, hann hafði þennan sérstaka eiginleika til kærleika. Við höldum að lokum í Guðspjall sunnudagsins sem úr Jóhannesar Guðspjalli úr kafla 5, versi 39 til 47. Við lesum það í Jesú nafni. Þér rannsakið ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitna mig, en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Ég þigg ekki heiður af mönnum, en ég þekki yður að þér hafið ekki í yður kærleika Guðs. Ég komin í nafni föður míns, og þér takið ekki við mér, ef annar kæmi í sínu eigin nafni, tækju þér við honum. Hvernig getið þið trúað því að þér þiggið heiður hver af öðrum, en leitið ekki þess heiðurs sem frá einum Guði? Ætlið eigi að ég muni ákæra yður fyrir föðurnum, sá sem ákærir yður Móse, og hann vonið þér. Ef þér tryðuð Móse, mynduð þér líka trúa mér, því mig hefur hann ritað, fyrst þér trúið ekki því sem hann skrifaði, hvernig getið þið þá trúað orðum mínum? Og þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Í ljósi þess sem ég sagði áðan varðandi viskuna í Sýraksbók og í orðskvöðunum, þá áhugavert hvernig Jesús talar ritningar Gamla testamentisins á þessum stað. Það þessi kafli, Jóhannesar Guðspjall, kafli 5 og Lúkasar Guðspjall, kafli 24, sem að mörgu leyti aðalkaflarnir þegar kemur að því hvernig kristnir menn eiga að lesa Gamla testamentið. Kjarnamálið það að Gamla testamentið bók Jesú, fyrst og fremst. Jesús talar hérna við þessa gyðinga sem að telja sig eiga eilíft líf í Biblíunni, í ritningunni, og hér í rauninni smá kaldhæðni á ferð. Því annars vegar þá það alveg satt. Ritningin hefur að geyma eilíft líf, til þess lesum við hana líka. En hins vegar þá það svo furðulegt að gyðingar sem lásu ritninguna áttu ekki eilíft líf í ritningunni. Og það vegna þess að þeir leituðu að eilífu lífi í lögmáli Guðs.
Lögmálið sjálf bjargar engum. Þvert á móti er lögmálið eins og hamar, eins og dómarahamar, sem dómari notar til þess að dæma. Það er hamar Guðs sem hann notar til þess að dæma mennina. Og lögmálið vitnar gegn þeim, vitnar alltaf gegn þeim. Eins og Jesús sagði við þá, sá sem ákærir yður er Móse og á hann vonið þér. Þessir menn þeir festa vonir sínar við lögfræðing ákæruvaldsins og vona síðan að hann muni tala þeirra máli, en hann er alltaf að tala gegn þeim. Það er svolítið furðulegt að koma í réttarsal og hugsa ákæruvaldið bjarga mér. Það eru margir sem að lesa Nýja testamentið og telja það að Jesús sé alltaf að árétta farisejana, sérstaklega vegna þess að þeir eru hræsnarar og fyrir það að þeir líti niður á andra, og það er rétt að Jesús bendir á þessa hluti, en það er samt ekki það sem að fellir þá að lokum. Jesús segir meira sem við þá að hann ákærir þá alls ekki. Ætlið eigi að ég muni ákæra yður fyrir föðurnum. Sá sem ákærir yður er Móse og hann vonið þér. Sem sagt er hræsnin ekki aðal vandamál gyðinganna, heldur er það vantrú. Vegna þess að þeir leita þessu af eilífu lífi, þeir leita af því á röngum stað, þeir treysta á lögmálið. En lögmálið leiðir ekki til lífs, það leiðir til dauða, vegna þess að lögmálið ákærir alltaf. Þess vegna segir Jesús að þeir leita sér heiðurs hver frá öðrum, og það nýtist náttúrulega lögmálið í að leita heiðurs manna. Og reyndar er það þannig sem að heiður manna á milli alltaf virkar. Hann virkar alltaf þannig að hann er samkvæmt lögmáli. Heiður manna á milli veitist þegar maður gerir það sem er heiðursamlegt, að hegða sig vel opinberlega, að fara eftir settum reglum, að virða eignir annarra og svo framvegis, tala vel um þá og hvað það mætti vera. Og þótt svo að allt þetta sé af hinu góða, að gera þessa hluti, það sem er heiðursamlegt og við eigum að gera það, þá er það samt sem áður ekki þannig sem heiður frá Guði fæst. Í fyrsta lagi þá er það þannig að lögmál Guðs það getur stangast á við lögmál samfélagsins. Og þá á lögmál Guðs alltaf að ganga fyrir, en þannig var það ekki alltaf með farisejana. Þeir höfðu sína eigin reglur og sínar eigin hefðir og létu þær stundum fá forgang yfir lög Guðs. Til dæmis er sagt frá því í Markúsar guðspjalli kafla 7. Oft leita mjög vel út á við. Þeir voru nákvæmir með hreinlæti, þeir unnu fyrir velferð samfélagsins, þeir gáfu almúsur til fátækra og gerðu alls konar góðverk, og að öllu jöfnu þá leit fólk upp til farisejana. Þetta voru góðir menn sem höfðu stjórn á lífið sínu og lifðu heiðursamlega, og það má kannski segja að ungur farisei hefði verið hinn fullkomni tengdarsonur, draumur tengdamömmu. En samt sem áður þá var það þannig að margt af þessu gerðu þeir samkvæmt eigin hefðum til þess þá að ganga í augun hver á öðrum, og það var það eina sem að gat unnist af því. En svo er það þá þannig að í öðru lagi að heiður frá Guði virkar ekki með þessum hætti. Hann sem og eilíft líf fæst einungis fyrir það að trúa og treysta Kristi. Þess vegna segir Jesús við þá, en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið, eins og stendur hann í versi 40. Það er önnur leið. Heiður fram fyrir Guði er alltaf gjöf Guðs. Það er ekki eitthvað sem maður ávinnur sér. Meðan heiður fram fyrir mönnum er alltaf ávinnin og þarf alltaf að verðskulda. Það er megin munurinn. Heiður frá Guði er gjöf, heiður frá mönnum er alltaf ávinnin. Og svo bendir Jesús sem sagt á það að þetta kemur fram líka í Gamla testamentinu þegar maður les það, og auðvitað er það sem að Nýja testamentið oft bendir okkur á, til dæmis kafli 3 í Galatabréfinu segir þetta og reynir að hamra það inn fyrir gyðingkristnum sem átti erfitt með að skilja þetta. Gamla testamentið það vitnar það með þessum hætti, og á sama tíma vitnar Gamla testamentið allt lausnina Jesú. Það er í kjarna sínum bók hann, Jesú. Og það var það sem að ráðamenn gyðinga og farisæjarnir gátu bara alls ekki þolað. Og þeir síðar með gera sér grein fyrir því að það er nákvæmlega þetta sem Jesús er að segja, að hann er
til staðar í Gamla testamentinu og það talar hann, þá taka upp steina til að grýta hann. En hans tími var ekki kominn og þeir gerðu það að lokum ekki, því hann huldist og fór sem sagt frá þeim. Við finnum sem sagt í þessum versum sem hér eru lesin guðspjallaversunum, þá finnum við lögmál Guðs sem talað til okkar, en síðan finnum við líka fagnaðarerindið, það að heiður frá Guði og eilíft líf, það að finna í Kristi og hann gefur það sem frjálsa gjöf. Ef ég ætti að tala yfir þessum texta, þá væri þetta sem væri að sjálfsögðu kjarninn og þyrfti að koma fram. Annars vegar heiður frá mönnum, hvernig hann lítur út, en heiður frá Guði einungis gjöf frá Kristi. Ég búinn að skrifa hérna 2 spurningar sem við getum nýtt okkur til umræðu. Við höfum þá það bil 3 korter til þess. Og það þá í fyrsta lagi það að ef við skiljum faríseana rétt, þá mættum við spyrja hver það í okkar samfélagi sem helst líkist þeim og hvernig freistumst við til þess að vera eins og farísearnir. Og hinn spurningin þessi og það þá hvaða önnur dæmi getum við fundið það hvernig Gamla testamentið einmitt bók Jesú Krist.